Once again, good morning and happy Sabbath to each and every one of us. Aftur hjartanlega velkomin og gleðilegan hvíldadag. I would like you again to greet your seatmates, backmates, or the person in front of you. Can you please give them a smile and greet them happy Sabbath? Þurfið endilega að heilsast og brosa til hvers annars og við þurfum að halda utan hvort annað hér. May we feel the presence of the Holy Spirit with us today. Mættum við finna fyrir nærvist heilags anda hjá okkur í dag. It's a wonderful Sabbath day. The sun is out, and Yndislega fallegur hvíldadag sem við njótum. I'm glad to see all of you. Welcome, welcome, welcome. Það er gott að sjá okkur öll og hjartanlega velkomin. I will announce the program for our divine service. Ég ætla að fara yfir dagskrána hérna fyrir guðsjónustuna. First, we have our welcome remarks, then our invocation, Fyrst bjóðum við auðvitað velkomin og svo höfum við upphafsbæn. and then our hymn, Salmur, Tilkynningar. Teltningar, Og svo er smá tilkynningar eftir það og svo upphafsálmur and then our gifts and offerings, og svo tökum við prayer. gjafir then another hymn, og svo er aftur sálmur and then our scripture reading, og svo lesum við ritningaversið and prayer by me, og bæn þar á eftir and a message in song which will be rendered to us by Amber. og svo kemur Amber og syngur fyrir okkur á eftir And then our the message will be delivered to us this morning by Sister Jenny Anino. og Jenny ætlar að predika fyrir okkur í dag. And then we will have our closing hymn Og svo er loka sálmurinn and our thanks and postlet. og svo blessunarorð. And our song leader this morning will be Bernice. Söngstjórinn fyrir og hjá okkur í dag er Bernie. Um, Ja. oh. Let us all stand for the Við skulum invocation. rísa á fætur og hafa upphafsbænina. Let us pray. Biðjum saman. Our dear Heavenly Father, Lord in heaven, Himneski Faðir, we thank you for this Sabbath day. þakkum þér fyrir hvíldadaginn. Please be with us today as we Right. study your words. Vert þú með okkur sem við rannsökum þitt orð. Thank you for loving us always. In Jesus' name we pray. Takka þér Amen. fyrir það að þú elskar okkur ávallt. Við biðjum í Jesu nafni. Amen. For our announcement, Og svo upplýsingarnar sem við erum með. we have our Binestund. Oh, we go up. How do you say that in English? I don't. Ja. But prayer meeting every Tuesday at 12 o'clock. Svo við erum með þessar upplýsingar eins og venjulega. Bænastund á þriðjudaginn klukkan 12. And we have our soup kitchen. Svo er súpustofa klukkan 6 það er sama dag. And we have our thrift store downstairs. Og búðin okkar er opinn alltaf á þriðjudagum og fimmtudagum. Yeah. So let us call our song leader for the opening song. Og Bernice komdu og við syngjum saman. Upphaf sálmurinn er númer 177. Veistu það? Our opening song is 577. Please let's all rise. Svo rís á fætur. In the heart of Jesus, there is love for you. Love was all. Love was and true.
bara fá okkur sæti. For our tithes and offerings, Við ætlum að taka upp gjafir. nowadays we don't pass the basket. Við förum ekki með körfurnar eins og við hefum gert inn í gamla daga. We just have our bag out at the back, Það eru pókar hérna út í andirinu and our swipe machine. og svo pósi. Pósa. Við erum með pósa sem við getum greitt með kreditkorti. And let me just read to you something about stewardship. Ég ætla að lesa fyrir ykkur eitthvað tilbeiðslu og gjafir. Stewardship is not just about money. Að Guðsjónustu tilbeiðslan snýst ekki bara pening. It's about trust. Það snýst traust. We return tithes. Við komum með tíund og gjafir We declare that God is our provider. og við tilkynnum þannig að Guð sann sem sér fyrir okkur. And it's our way of saying, Og á þann hátt segjum við, Lord, everything I have comes from you. Drottin, allt sem ég hef, allt sem ég á eitthvað sem kemur frá þér. Offerings, on the other hand, Fórn eða gjafir á hinn bóginn are our response of love and gratitude. Viðbrögð okkar með þakklæti vegna þess sem Drottin hefur gefið. Tithe shows obedience. Og það sýnir, tíundin sýnir trúfesti eða bara hlýðni. An offering shows our relationship to God. Og fórnir eða gjafir sýna tengsl okkar við Guð. And as we give today, Og með því að við gefum í dag, may we do it faithfully and joyfully. mættum við gera það í trúfestu og í þakklæti og með gleði. Let us remember that God never asked for anything without promising a blessing in return. Við vitum að Guð biður ekki neitt nema hann vilji líka gefa okkur margfalda blessun í ofanálag. Let me read also in Malachi, the book of Malachi, chapter 3, Ég ætla að verse lesa 10. líka í Malaki 3. kapla. Bring ye all the tithes into the storehouse, Gjöru svo vel að koma með allar gjafirnar í forðabúrið and I will open the windows of heaven og ég mun ljúka upp þarna bara open the gates of heaven. opna hlið himinsins fyrirgefið. And God invites us to trust him, Og Guð býður okkur að treysta honum. and he promised to provide us. Og hann lofar því að sjá fyrir okkur. Let us bow down our heads for prayer. Byrjum saman, Our Heavenly Father, himneski Faðir, as we return our tithes and offerings, sem við komum nú með gjafir okkar og fórn, we would like to honor you for you're the creator of our lives. þá viljum við tilbyðja þig og lofa þig fyrir það að vera sá sem sér fyrir okkur á alla lund. We would like to thank you for all the unnumbered blessings that you have given Og us. við þakka þér fyrir alla þær mörgu blessanir sem við höfum notið frá þinni hendi. Thank you for the good health and strength. Þakka þér fyrir heilsu og styrk. And Heavenly Father, thank you for being with us today. Þakka þér Drottin fyrir það að vera með okkur í dag. As we return our tithes and give our offerings, Sem við komum með tíund og gjafir, we would like to ask your holy angels to use this við viljum biðja þess að heilari englar þínir nýti þessa fjármuni in finishing of your work. í að ljúka því verki sem stendur til í þessum heimi. In Jesus' name we pray. Biðjum í Amen. Jesú nafni. Amen. For our next song, Næsti sálmur, it will be found in
Hymn number 119. Það er Salmur 119, segðu mér sögun af Jesú. Segðu mér sögun af Jesú, án mínar hugðum á þig. Seg mér þá fimmustu sögu, sem þér á jörð hefur byggt. Seg mér með heilandi sögu, sænar þá verkum við great. For it's a burden in fires, peace and tiny Tell me the story of process, writes on my heart every word. Tell me the story most precious, sweet and the river was heard. Fasting alone in the desert, tell all the days that he finds. Our season and tempted, yet was the triumph to last. Sending the years of his labor, tell of the sorrow he bore. He wore the spice and afflicted, always rejected and flawed. Tell me the story of Jesus, write on my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard. Tell me the growth where the nail thing, breathing in anguish and pain. Tell of the grave where they laid me. Tell how we lived again. Loving a story all tender, clearer than ever I see. Still every river we whispered, love, pain, and ransom for me. Tell me the story of Jesus, write on my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard. I'm going to read our scripture reading. It's found in Luke 2, verse 11. Lesum ritningaversin, það er í Lúkasar Guðspjalli, 11. kapla. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Og á íslensku, yður í dag frelsari fæddur, sem er Kristur drottinn í borg Davíðs. Let's pray. Byggjum saman. Dear God, Heavenly Father, Himneski Faðir, we come to you before your throne of grace, O Lord. komum fram fyrir náðarstól þinn í dag. I want to pray for each person who is here, Við biðja fyrir sérhverjum sem hér er í dag, that you may give us an open heart and an open mind, að þú mættir opna hjörtu okkar og huga, that the message you want us to hear will
we will have it in our lives, O Lord. Að við getum fengið þann boðskap sem þú vilt að við fáum inn í hjörtu okkar og við hugsanir. I want to pray for our speaker, Býða fyrir ræðumann okkar í dag, that you may give her your spirit, O Lord, að þú gefur henni þinn anda, drottin, that she may be successful in delivering the message you want this congregation to hear. að hún verði áhrifarík í að bera fram þann boðskap sem þú vilt að þessi söfnuður fái. I want to pray that you may bless this Sabbath, Við býðum þig að blessa þennan hvíladag, make it be filled with your presence, O Lord. að við mættum finna fyrir návist þinni. I want to pray that for those who are sick as well at home, Líka býða fyrir þeim sem eru sjúkir, I want to pray that you may take care of them. að þú sért með þeim og styrki þá. Just bless us all, dear Lord. Drottin, við býðum blessun frá þér, In Jesus' name, amen. í Jesú nafni. Amen. Side by side we stand, awaiting God's command, worshiping the Savior King, leading by His grace and moving on this fate. Jesus will say us true. I'll lead you
Happy Sabbath, everyone. Gleðilegan hvíldadag. Um, it's cold today, right? Það er hálf kalt í dag, er það ekki? But it is much colder here because this is my first time, to talk to this place. And please forgive me for whatever, gestures that I'm doing here because this is my first time. Við fyrirgefið að ég kannski hægða mér einhvern veginn öðruvísi en þið eru vön, af því að ég er fyrir fyrsta sinni sem ég er hér í þessu landi. Today is December, the month of December. Í dag er upphaf desembermánaðar. So usually Christians, when it's December, the first time that comes to our mind is Christmas, right? Og það fyrsta sem kemur í hugan Okay. á þessum mánuði er jólin. Yeah. So this morning, this is only short, no, because we all know what Christmas is. But I will be giving some facts, En ég ætla að gefa mér nokkrar upplýsingar Yeah. jólin. some facts about Christmas. Eitthvað jólin. So we celebrate Christmas on December 25. Við höldum upp á jólin 25. desember. But many believers wonder, En það margir sem velta fyrir sér. okay, wait. Was Jesus actually born on that day? Fættist Jésu í raun og veru þann dag. So the truth is both fascinating and faith-building. Og sannleikurinn er bæði bara áhugaverður en líka eitthvað sem byggjur upp trúna. So today we will going to look at what history and the Bible say, and more importantly, what Christians or what Christmas truly means for us. Og við ætlum að athuga það hvað Biblían og hvað fólk segir og bara fræðin, sagan, en líka umfram allt það sem jólin koma til leiðar í okkar huga. Okay, the first one is we will see the history fact. Fyrst og það er þarna sannleikskorn í sögunni, staðrendir í sögunni. So the historical fact, Jesus almost certainly was not born on December 25. Númer 1, það er eiginlega alveg örugt að Jesús hafi ekki fæðst þann 25. desember. So the early Christians, the early church did not celebrate on December 25. Og svo að frumsöfnuðurinn hélt ekki upp á 25. desember. So for the first 3 centuries of Christianity, believers did not celebrate Jesus' birth at all. Svo þannig að fyrstu 3 aldirnar í sögu kirkjunar þá héldu kristnir menn ekki upp á jólin eða fæðingu frelsarans yfir höfuð. So early Christians focused on the death and the resurrection of Christ. Og það sem fólk horfði mest á það var dauða og upprisu Jesú. The first clear reference to celebrating December 25 as Jesus' birth is from 336 AD. Það er ekki fyrir 336 eftir Krist að það er farið að halda upp á fæðingu frelsarans. That is according to the Roman Almanac. Og það er samkvæmt rómverska dagatælinu. And this means the December 25, this means that the December 25, the date of December 25 is later, this is a later church tradition. Svo að þess vegna er þessi að halda upp á 25. desember, það er seinni tíma áhersla í kristninni. So this is not an original apostolic teaching. Svo þetta er ekki kenning sem kemur frá postulunum. As we take a look at December 25, this coincided with the Roman festival. Og það við skoðum 25. desember, þá er það eitthvað sem tengist rómversku dagatælu, rómverskum hátíðardögum. So in the Roman Empire, late December was filled with festivals. Og lok desember var fullur af alls konar hátíðahöldum í Rómaríki. As you can see here,
there is what you call the Saturnalia and the Dies Natalis Solis Invicti. Og það er sjáðu þetta er Dies Natalis Solis Invicti, það er það sem menn héldu upp á í Róm. So the Dies Natalis Solis Invicti, this is the birthday of the unconquered sun. Svo þetta er þetta fæðing hinnar ósigrandi sólar. This is a celebration of the winter solstice and the sun's rebirth. Og þetta er bara þarna verið að skoða það að þarna hefst þetta styrsti dagur ársins og svo fer sólin að hækka á lofti. So the purpose of this, Dies Natalis Solis Invicti, the purpose of this is to honor the sun at the moment when its power begins to return after the winter solstice. Svo eftir síðasta dag ársins, styrsta dag ársins, þá fer sólin að eflast á nýju. Það er þess vegna er talað fæðingu sólarinnar. When we talk about winter solstice, this is, it causes the uneven sunlight. Og þetta er Uneven, not same. Because if we take a look at this is the globe. So when the sun is shining, the earth is tilted a little bit, and the one on the hemisphere, we are on the northern side, we are turning away from the sun. So the daytime is very short. Já, við erum að tala styrsta dag sólarinnar, styrsta dag ársins og vegna jarðarinnar og hvernig jörðin er aðeins hallað og þá kemur í ljósa að þetta hefur áhrif á sólina. So in short, this Roman festival, they are celebrating after the winter solstice because the sun is coming, it's going back to longer daylight. Já, við erum að tala að þarna breytist tíminn þannig að sólin fer að hækka á lofti og það verður meiri birta. Okay. And the other one, the Saturnalia, og svo er annar sem heitir Saturnalia. it is a huge popular celebration of feasting, gift giving and merriment. Og þetta er gleði og fagnaðardagur, fagnaðarhátíð. Many traditions like exchanging gifts descended from this festival. Og það er að gefa gjafir og að fólk gefi hvort öðru gjafir, það kemur frá þessari hátíð. Many historians believe church leader chose December 25 Og margir guðfræðingar halda að það að velja 25. desember, to redirect pagan focus from sun worship að það snýr frá heiðnum hugsunahætti to Christ, til Krists the light of the world. sem ljós heimsins. Okay. The next one, for the Næsta. historical fact, Og næsta fyrir sögulegar staðreynd, Jewish and Roman clues suggest a different season. að Jewish. já, So the Jewish and the Romans, they suggest a different season. að bæði Rómverjar og Gyðingar benda á annað tímabil. If we will take a look at the Luke 2 verse 8, it says, shepherds were out in the open fields at night. Og við sjáum í Lukas 2:8 að það voru hirðar úti á Betlehems völlum. So as you can see, from April to October, the shepherds stay in fields with their flocks. Á milli apríl og október á sumarleginu þá eru hirðarnir út í haga. So during winter, especially December, it's cold and rainy, flocks were sheltered. En sérstaklega í desember og í vetrarmánuðina þá kalt og það rigning. So this makes a December birth unlikely. Svo að fæðingin hafi verið þarna á þessum tíma í desember mjög ólíklegt. And do you know during the birth of the pregnancy of Mary,
og á meðan að María var þunguð, there was a census, a Roman census that was done. að þá var auðvitað verið að telja fólk, But Manntal. but in winter, it would be impractical. en að vetralagi myndi það vera mjög ópraktískt. You can see the text in Luke 2, 1-3. Við lesum í textanum hérna í Lúkasi, fyrstu 3 versin í öðrum kaflanum, Yeah, you can see the record of a census requiring travel. og það talað að þarna þurfum menn að leggjast í ferðalög til þess að taka þátt í þessu manntali. So Rome typically avoided mass travel in winter time. Svo að það var venjulegast að mikill fólk að ferðast að vetralegi var eitthvað sem Rómverjar reyndu að komast hjá. Because poor roads conditions, heavy rains, Að það var rigning, vott veður og það var varðandi ferðalög á vegum og annað. so just like imagine winter time in Iceland. Við bara hugsaum vetratíman bara hér á Íslandi. So a winter census is historically improbable. Svo að það sé manntal að gerast að vetralegi mjög ólíklegt. Early Christians writers give other dates. Frumkristnir rithöfundar til koma með aðra dagsetningu. Several early Christian scholars proposed different seasons, Og það margir þar sem benda á annan tíma, just like as you read there, Clement of Alexandria eins og Clement of Alexandria. believes that it's April or May. Jesus was born on April or May. Kannski Jésús hafi verið fæðst í apríl eða í maí. The other one, Hippolytus, he said Christ's birth around March. Og það annar Hippolytus, það segir kannski upp í byrjun mars. And Eastern Christians historically celebrated Christ's birth on January 6. Og Eisturkirkjan hélt upp á fæðingu Krists í 7. janúar. So this shows the early church was not united around December Svo við 25. sjáum að frumkirkjan var alls ekki saminuð í hvenær dagurinn væri. The next fact is the birth of John the Baptist helps us narrow down Jesus' birth. Og svo það næsta að fæðing Jóhannes skýrara, það hjálpar okkur til að negla niður svolítið þennan tíma. If we will going to read the Gospel of Luke, Ef við lesum Lúkasar Guðspjall, it gives us a timeline þá þarna tíma röð þar. during Zechariah and her wife Elizabeth. Í varðandi Sakaríu og Elisabeth, kona hans, That's the time when she was pregnant with John the Baptist. hún var þunguð þá með Jóhannes skýrara. You remember Mary visited her cousin Elizabeth? Og þið munið að María fór og heimsótti Elisabetu. And then after 6 months, that was the conception of Jesus. Og svo 6 mánuðin síðar var, So if we will going to count 9 months from the birth of John the Baptist to Jesus Christ, svo við ætlum að telja 9 mánuði frá fæðingu Jóhannes skýrara fram til fæðingu Jesú Krist. so the birth of Jesus sometime in September or early October. Þá erum við að tala fæðingu Jesú kannski í september eða oktober. Many scholars believe Jesus was born during the Jewish Feast of Tabernacles. Og svo eru margir gyðingar sem telja, eða fræðimenn sem telja að þetta hefði gerst á tímabili á hausti til í tjaldbúðar, hvað heitir hún aftur? Feast of Tabernacle. Laufskálahátíð, þakka þér Yeah, fyrir. they call it Sukkot. Yeah. Já, Sukkot. So this is a festival full of dwelling among us because they rely on John 1:14 that says the word became flesh and dwelt among Það us. talaði að þarna í Jóhannes 1:12 segir að orðið varð hold og bjó meðal oss, og það talaði kannski að þetta hafi tengst laufskálahátíðinni. Okay. The second fact is the biblical fact. Og svo það frá Biblíunni. So although we don't know the exact date, Þó að við vitum ekki nákvæmlega dagsetninguna, so Paul tells us
in Galatians 4:4, þá segir í Galatabréfinu 4:4 when the fullness of time had come, God sent forth his son. og það stendur í fyllingu tímans hafi Guð sent son sinn. So Jesus was born at the perfect moment in history. Svo að Jesús fættist á henni nákvæmlega rétta tíma í sögunni. That was the time when Rome united the ancient world. Það er þegar Rómverjar saminuð hinn frumsafn eða gamla heiminn And that was the time when the Jewish people were longing for a Messiah. og það er sá tími þegar gýðingar þráðu Messias So prophecies were aligning precisely. og spádómar þeir voru nákvæmlega í réttu hlutfalli í tengslum. So history confirms that God controls the clock. Og svo að sagan segir okkur að Guð hann stjórnir tímanum, Even we don't. þó að við gerum það ekki. God is never late, Guð er aldrei of sett með hlutina never early. og heldur ekki of snemma, He acts at the right time. heldur kemur hann fram á réttum Because tíma. it says in Galatians, in the fullness of Og það time. stendur í Galatabréfinu í fyllingu tímans. Number 3 fact is Þriðja atriði, spiritual fact. það er andlegt atriði. God's method was humility. Aðferð Jesú var auðmýkt. Regardless of the date, Sama hvað deginum, the manner of his birth is what shocks the world. en það er hvernig fæðingin átti sér stað. Það er það sem hefur svo gríðarlega áhrif á heiminn. Because as we remember, the people of Israelites, they're waiting for the Messiah in a king, in a heaven, a kingly manner. Við veitum að gýðingar voru að bíða eftir Messiasi sem konungi, sem herstjórnarmanni. But God was born in an insignificant town. En Jesús er fættur í þorpi sem hafði ekki mikið upp á sig. It's not a famous town like maybe town of Reykjavik or city of Reykjavik. Ekki stór borg eins og hvað getum við sagt Reykjavík. He was laid in manger, not on a royal crib, Og hann var lagður í jötu, ekki eitthvað konunglegt. announced to shepherd, not to kings. Og það kom þarna fjárhirðar sem heyrðu hann, það voru ekki konungarnir sem vissum hann. In a world obsessed with status, Og í heimi sem bara hurðu status. God came low so he could lift us up. Og þá kom Jesús, lagði hann sig til þess að hann geti lyft okkur upp. The fourth one Fjórða atriði, is the eternal fact. það er eilíf staðreind. The mission of Christmas is salvation. Og verkefni og hlutverk fæðingar og jólana er það að koma á frelsun á framfæri. The angel declared in Matthew 1:21, he Ma- will save his people from their sins. Og í Mattheus 1:21 stendur að hann mun frelsa fólk sitt frá syndum þeirra. Jesus didn't came for a holiday. Jesús kom ekki bara í ykkur frí hátíð. He came for humanity. Hann kom vegna mannkynsins. Christmas points to the cross. Og jólin þau benda fram til krossins. The manger leads to salvation. Og jatan leiði til frelsunar. His birth points to his purpose. Og fæðing hans bendir til hlutverks hans. So those are the four facts about Christmas: the historical fact, the biblical, the spiritual, and the eternal fact. Og það er þessi atriði sem eru mikilvæg að það er sögulegar heimildir fæðingu frelsarans. You need to repeat it, the spiritual. Yeah, it's Það er spiritual söguleg. surgical. Og biblíulegar staðrendir og andlega staðrendir og eilífa staðrendir. Ég þarf að endurtaka þetta. Yeah. So it says here,
what these facts mean to us. Og svo hérna er talað hvað þessir staðreyndir hvað tákna fyrir okkur. So the truth is, Og sannleikurinn er sá Jesus was almost certainly not born on December 25. að Jesus var raunverulega mjög líklega ekki fæddur á 25. desember. The early church chose the date to point the world to Christ. Og frumkjörssöfnurinn valdi daginn til þess að benda til Jesu Krists. The history, the scripture, and the scholarships point to a different seasons like early fall and etc. Og sagan og Biblían og aðrir benda á líklegast á annan tíma. But the date doesn't save us, right? En dagsetningin Yeah. frelsar okkur ekki. The Savior does. Það frelsarinn sem frelsar. So this December, Svo þennan desember, whether the world has the right date or the wrong date, hvort sem heimurinn með réttan dag eða rangan dag, let's keep our focus on the one, þá skulum við einblína á hann. the one who came at the perfect time, Hann sem kom á réttri stundu, in the perfect way, á fullkominn hátt, with a perfect mission. með hlutverk sem var stórkostlegt og fullkomið. Jesus was born, Jesus fæddist, Jesus lived, Jesus lifði Jesus died, og hann dó, he rose, hann reis af and nýju Jesus saves. og Jesus frelsar. And that's the greatest fact of all. Og það grunn atriði sem við þurfum að taka með okkur. In conclusion, Jesus is the reason for the season. Amen. Og í lokin hér, Jesus ástæðan fyrir þessum tíma sem við upplifum núna komandi daga. Amen. Amen. Our closing song is taken from 359. Og við syngjum loka sálminn skulum standa á fætur 359. Þú er og
you sit down? Gjörðu svo vel að fá okkur sæti. Once again, happy Sabbath in each and everyone. Það er gott að eiga hvíldardag með ykkur. We'd like to thank Sister Jenny for the message Við viljum þakka Jenny fyrir boðskapinn í dag and for playing the piano. og fyrir að spila fyrir okkur. Amber and Venice for the special song. Amber og Venice, takk innilega fyrir fallegan söng. And Bernice for leading us in song service. Og Bernice að stjórna okkur í söngnum. And thank you for coming today. Takk fyrir að koma hérna í dag I'm praying that we are all blessed. og ég veit og finn það að við erum all orðið fyrir blessun And may we continue to keep the Sabbath holy. og mættum við halda áfram að njóta dagsins. And looking forward to see all of you again next Sabbath. Og hlakka til að sjá okkur allt aftur næsta hvíladag. And Við skulum rísa á fætur og taka blessun drottins. Drottin blessi þig og varviti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sína augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú blessaða nafni. Amen. Og svo erum við öll boðin að koma hér inn og fá okkur hressingu og eftir. We are all invited to come and be together and eat together. Thank you.